Það er aldrei stór þáttur í dag. Vinsalasti fjölmiðlamaður þjóðarinnar, Auðun Blöndal, mættur til Dr. Fútból. Hvorki meira en ég minna. Velkomin Auðun Blöndal. Já, þakka fyrir það maður. Hinn eini sanni og Ítla vegi að Gunnar hérna, við hliðina mér. Já, Gunni bara ekki búin að Speaking facts. Já, speaking facts. Spitting truth. Sko Gunni, þú ert orðinn það stór að blöðurinn labbaði inn og þú ert bara svona semi-rólur. Ertu bara búin að venjast þessu það? Að vera í kringum fræga? Já, það hefur verið í kringum Auðun mjög lengi. Já. Það var rætt þetta síðast, bara sem það var á leikskóla. Já. Heldur betur sérðu blöð, ég hérna með fyrir Darmian og Tedda. Ég með hérna matsatax fyrir það á báða. Champions League myndnar að fara að koma út. Þetta sko, ég sagði þetta síðast, ég fíla þetta. Þetta góð gjöf. Svo ég og hérna hemmi að kemi með nýju Dr. Fútból húfuna. Hún fæst í kemi og þú ert eini maður sem fær gefins húfi. Það málið, ég frétti þú að verið hérna í Keiluhöllinni að lappa bara með pósa og negli sér menn, ég fíla það. Já, ég neldi þessu bara í mann. Ég lendi í svoleiðis. Já, bara þurftur að kaupa. Ég er búin að koma bæði þetta á bólinn. En sko, kemst upp með svona. Já, ég veit. Getur ímyndað að þetta væri bara ég. Bara vinir og vandamöndu segja bara, hvað er þetta eitthvað rugglaður, ég er ekki að kaupa þetta derhúðu. Þú kemst upp með hluti sem aðri komast ekki um. Ég harður businessman. Dr. Fútból, já, sumir segja áhugi 0. Túbor Classic núna 0,0%. Hann geggjaður. Hann nefnilega góður. Ég nefnilega búin að rakka þetta niður sko. Já. Þetta eins og við sagðum daginn einhvern veginn niður fyrir sleik við frænguðin eitthvað svona. En það einhvern veginn bara, ég ekki að fara að fá mig bjór og fæ mig Pepsi Max, en þetta ég fekk mér þetta daginn. Já. Ískaldur og hann góður. Herri, hérna að gefa þeim það. King Blöð, ert þú í golfinu? Já, en samt ekki spilað í 2-3 ár. Likeaðu og subscribeaðu Dr. Fútból. Við tókum smá Gold Challenge ég og Gunnar Birgisson og höfum verið. Ég að fara í Ölgerðamóti, það verið fyrsti ringurinn minn á árinu. Já, við erum að veggfóðra það út allt. Ég ætla að senda shoutout á minn mann Albert Garðar, minn mann í Erninum sem hefur verið að hjálpa Dr. Fútból. Það gaurinn sem 2,43 á hæð í Erninum. Maður bara svona velti fyrir hvernig til kilva fyrir þig, kongur. En þetta kongurinn í bransanum. Ég fór í mælingu í Erninum í gær. Ok, hjá Rappa? Nei, hjá Hlyn. Já, Rappi kongurinn í Erninum. Já, og Albert þetta líka. Já, Hlynur. En þú voru að tjekka á þessu, subscribe-aðu. Já. Við vorum að keppt með 3 hólum á oddinum og Gunnar Birgisson í alvörunni góður sko. Hvað ert þú komið með í fórgjöf? Ég með 24,8. Ertu orðin í lagi eða? Þú náttúrulega spila meir en allir í kringum. Já, ég alltaf í lagi en ég að spila á oddinum og hann fáránlega erfiður. Af því ég frétti, nú ætla ég bara að segja satt, við ljúgum ekki hlustundum, það eins og hjá mér, að þú tekur eitthvað sensa. Nei. Ég frétti það, þú tekur bara svona 7 einhvern veginn og bara neglir eða þú ert... Ítir henni áfram. Ég spila gamlingagól. Ég spila eins og 82 ára. Já, no shame in the game. No shame in the fucking game. En hvernig ert þú? Hvað ert þú með í fórgjöf? Ég með 12. Já, hann góður. Ég er bara... Nei, sko, ég... Hvað King Blöð með? Hvað er King Blöð með? Ég er svona, þegar ég var að spila, var komin minnst í svona 18. Ok. Já. Ég er svona 23 í dag. Það verður gaman að sjá blöðarann á Ölgerðamótinu. Þar verða allar stærstu stjörnunar í Gunnar Birgis ekki boðið því miður. Það er spennu. Er það ekki boðið? Nei, það er mjög skrið. Þú veist, Hjörvar var boðið og hann spurði, ert þú ekki að mæta? Ég sagði bara, allar stóru business mæta, sé ekki þarna frá. Það er mér ekki búið. Það er engin harðari Ölgerðamaður á landinu heldur en ég sko. Ég er bara búin að vera Ölgerðamaður. Ég byrjaði bara í appelsínunum bara með pizzuna á föstu þegar ég var 3 ára sko. Það eru bara skref þú varst að taka. Ég var ekki komin að 30 ára sko. Ég held á Mæri. Þetta er bara svona, þarna finnur við levelin okkur, hann er ekki alveg komin. Hann er á leiðinni, en hún er ekki búið í Ölgerðamóti, hann er svona andri í Ölgerðin ekki að hugsa bara hefði, við verðum að bjóða Gunnar Birgis, sko. Nei, það er ekki á neina Ölgerði því. Þetta kemur. Sko, þú elskar Ölgerðina, það er eitt sem ég veit sem þú elskar mér, það er Dominos Pizza, Ási og Dominos tók reyndar tapi Káringa í gær bara í róliheitunum og var ekkit að sækja gögn úr spídióvélum eða neitt. Og tók sér bara vel, Dominos Pizza og Dr. Fútból Fitnessport. Förum betur við það eftir. Já, ég þarf að segja ykkur bara. Dr. Fútból að fara að snúa við blaðinu, hann ætlar að fara að mæta með blöðurunum í ræktina. Ég byrjaði með blöðurunum í ræktinni fyrir 16 ára síðan, hann er búin að mæta hverjum degi. Ég hef sleppt oftar en hann er ótrúlegur hann blöðurinn, þetta er agaður Fit for Life og þannig ég hef ekki staðið við það. Nei, þú ert ekki með að vera fit for life. Nei, þetta er svona upp og niður. Tjekkland beður sko 15% afsláttur. Það segir að Dr. Fútból hafi sendt þig. Strákar, við ætlum að hlusta hérna aðeins á lag. Ég hef spurt það þess áður en ég held bara svo mikið upp á þetta. Mér langaði að spila þetta aftur núna. Þetta er frá Tjekkland beður sko.
Þetta frá þig Spurningin Já Yes, you can. A summertime rhyme on a party jam. Sharp like a razor, speed to amaze ya. Beat you like Ollie did Joe Frazier. I reminisce. Ekki lag Þið heyrið að þarna alvöru rappari á leiðinni leið og ég minna á skólatölvurnar frá Tölvutek Eimig Vek, hver var það sem söng þarna? Í þessu lagi? Já Þetta eitthvað 90s Já Þetta nú maður sem í uppáldi hjá blöðurunum Það málið Já Hvað er nú rappaðarskan mín? Þetta ekki Nas. Nei, þetta reyndar mjög nált í Nú segir hann allir sem Tell the world my name, who's that Andy Cole? I blaze the scene, score the goals, keep my eyes on the Hvað er þetta ruglaður? Ég bara ekki að tengja við þetta celebrate life to rock. Heyri, Ég er þunnu samt sko, voru að gera það hlusti Tell the world my name, who's that Andy Cole? I blaze the Andy scene, Cole? score the goals. Þetta er Andy Cole sjálfur með lagið Outstanding á Nálægt því. Nas er bara næsti bara við Sko, láttur að Var Tölvutek hann að rappa? Ekki Já, já. þetta er the one and only. Já Þetta er the one and only Andy Cole Tölvutek spurningin Eimig Vek Sko, blöð áður við förum í fótboltan þú ert með tónlistamenninu okkar Þú veist þegar tónlistamenninu að segja sögur eitthvað Já, við vorum með Maggi frá Lucky Records er að taka þetta og varstu aldrei bara, hey, sorry en áhugi 0 Nei, Nei af því að þá var þetta bara klift Og ég veit Að þú hendir aldrei áhugi 0 í þessu Nei, það er ekki, þú ert að vinna inn bara svona traust hjá viðmælanda þá getur ekki bara hendi áhugi 0 yfir sögu, þá bara býður þau frekar og hugsaður ok, þetta verður klift út og bara reyna að finna betri spurningu næst sko. Já, þú ert með marga sem það, ég meina ég hlakka sérstaklega til að sjá Björn Jörund sem verður þarna, ég hef ekki sé maður annarugnin fara lítið fyrir honum í langa tíma og hann er geggjaður í þættinum og það er eins og það segir, hann er ekkert mikið að gefa færa á sér þess að dagana í viðtölu og annað, þess að dýrka ég hann maður til og fyrsti þáttur á sunnudaginn og það er Herbert Guðmunds og það er sko Hebbi, ef einhver tónlistamæður á skilu svona þáttum sig, þá er það Herbert Guðmundsson og ég dýrka og ég fann það bara þegar ég hitt hann, fyrsta sem að bara hann segir við mig þegar ég hitt hann er bara sér þessi íbúð, bara fín íbúð og hérna býr í Breiðholtinu eitthvað, skuldlaus geggja Sjá þessa íbúð, nei það geggja skuldlaus og hann er svo, veist, hann er svo hreinskilin og geggjaður, hann að þátturum verður, hann er á sundaginn og það er geggjað þáttur Sko, Anthem of a Generation fyrir mér í dag er lagið einmana Þú og ég með stjörnunum Það heitir ekki einmana Nei, það heitir með stjörnunum Já, hvað er þetta ruggla? Það er erfitt á Það er geðveikt lag, ég syng alltaf með ég heyra Einmana Þú og ég með stjörnunum Og þetta er gott lag Þetta er búin að vera góða seri Ég veit það Og þetta var svona eins og hann ræðir bara í þættinum Þetta er svona, var comeback lagið hans En þú ert aldrei áhuga 0 time out Nei, og hættu þessu áhuga 0 Besta Besta sagan er líklega Múkisson þannig að skeita á sig Já það var þáttur sem kom mjög mikið óvart því að ég mitt bjóst við að Múkisson væri svona Það er bara, hann er geggjaður Já, hann er geggjaður Já og það er bara, veist, ég dýrka einhvern veginn þetta er líka svona, þú ert að vinna traust hjá liðinu sem þú ert að hitta við erum að hitta svona 6-7 sinnum yfir ársperiod og þeir finna bara, eða þau finna bara, ok, þetta er, veist, það er verið að gera rung þátt mig og bara, veist, ég get treyst þessu og bara Það er geðveikt, það var einhver sem að bent á það var hérna á Vísi, þá fær engin heilsíðu yfir allan skjáin kom blöð, hold my beer kom einhver risi auðlýsingarna hvenær byrjar þetta? Á sundaginn? Sundaginn, þeir beintin á Stöðvar Plus það er fínt að plugga því, þannig ástæðan heldur betur, nei, mættir hérna að ræða boltan ég reynda, þú veist, ég hlusta alltaf tölum um boltan skulum fara að powerranka með dynout.is þar sem að þessi helstu panta, já, borð og allan þann pakka Dynout, vanlega er það powerrankuðu top 5 blöð heimtaði top 10 uppáhaldsleikmenn sína fyrir Manchester United 13-faldir Englandsmeistarar Já, meina við rættum þetta er létt fyrir Gunnar Birgis og Kjela og fleiri að taka Liverpool og Arsenal og svona þegar kemur á United, það er helviti erfitt að henda bara í 5 Já, það er stjörnundar í bílförmum Númer 10 Sko, ég meiri þess að I did my homework þannig að ég seifa þetta bara svo eitthvað og ég ætla að lesa þetta þannig að ég klúður þess ekki Hvað sagði númer 10? Númer 10, við ætlum að nota 10 ekki 5 Þetta er það margar stjörnur Númer 10 United, þú getur ekki farið bara í top 5 Já, Herru, góð punkt Ef það er að breyta, ok
Númer 10. Það ógeðslega létt að powerranka Liverpool og Arsenal og þessi lið. Já. Það miklu erfæra með United. Heldur með, Jöllarinn gerði það á 2 mínútum sko, daginn sko. Ég var að hlusta það. Gleymdi Sala. Nei, hann vildi mótivera Sala fyrir nýtt tímabil, það var ekki inni. En það samt sko, ég held að vita allir sem að hlusta, þú ert að hlusta þáttinn eins og það, þá var ég alltaf að hugsa býtu hvað maður gleyma, þetta svona, ég fíl þetta. En powerranking Big Ed, Edwin van der Sar, og hann herri á lista í Hammer heldur Peter Schmeichel. Ég veit að þú ert ekki sammála þessu. Alltaf leið. En fyrir mér bara besti markmaður United frá uppæðin. Númer 9. Númer 9 Vidic. Nemanja. Sjálfur Nemanja. Bara besti fyrirlið í sögu ensku. Númer 9. Já, númer 8. Númer 8 David Beckham. Já, meistari David Beckham, svo Gaupi kallaðan. Besta sem að kom fyrir David Beckham var þessi þættur hann á Netflix daginn. Af því ég var búin að gleyma, gaurinn vinnur. Já, og góðmanneskja. 1, 2 og 3. En ekki búin að horfa á þess að þætti? Gunnar, búin að horfa á það? Já, geggjaður. Það gleymi stundum með Beckham hversu mikill vinnur hann var, eins og bara þannig að vinna sig aftur inn í hópin og liði hjá Real og allt þetta, veist. Gaurinn vinnur. Og ég fatt að þegar ég horfa á þættina bara, fokka, hann bara Þetta Amerikumove hjá honum líka bara eitt stórt win og ennþá í gangi. Já, en það byrja hræðilega og það svo fyndi og svo alltaf Victoria Beckham að tala eitthvað svona, herðu, þetta var hann vildi þetta. Sérð bara svipil á hliðarlínu, bara hann vildi þetta ekki í eina sekundu, en það hann farið til Mílan og allt verið vitlaust. Herðu, ok. Númer 7. Paul Scholes. Skósi. Spáði að vera með Paul Scholes í 7. sæti, þá veist þú með... Ég ennþá í sjokki yfir þessu Vítids, en ég hlakka til að sjá eftir 6. Númer 6. Númer 6 förum við í Robin van Persie. Já, hann átti stað í þínu hjarta manni eftir. Já, hann sko, það hefur engin leikmaður unni deildina einn eins og hann. Ef við bara hreinskilin núna. Já, segjum hlutur eins og þeir eru. Já, herðu, bara ég geti óskast hann að komið fyrr, því að þá væru við með, held ég, 4 Auka. Nei, þá varum við 4 meistaradeildar titla. Hann komið ára undan þegar við förum á Wembley. Hefðu haft hann, ég hef aldrei séð leikmann bara verða legend á einu tímabili eins og hann. Hann dýrkar af United stöðningsmönnum, ekki Arsenal stöðningsmönnum. Kant. Það? Bara hattar hann eða? Já. Númer 5. Það þannig? Já. Ég elsk hann. Já, ég nefndi hann ekki einu svona, ég var með hann í hausnum Hollendingar þegar við tókum þessu föstudag. Hollendingar í top 6, ég nefndi hann ekki ég reyna að nefna hann ekki á nafn. Númer 5. Númer 5, þar fyrir við Roy Keane. Keane. Það sjálfur Keane, náttúrulega besti fyrirlið. Heldur betur. Númer 4. Númer 4 Ryan Giggs. Giggs að sjálfsögðu náttúrulega 13-faldur meistari, mesti sigurvegari held ég í sögu íþrótta. Hann á fleiri hringa en putta. Þannig að maður sem að vinnur titla, maður sem að klára. Við erum á table bara, hann ennþá að skora á móti Brighton bara í titilbaráttu. 38 ára. Já, rosalegt. Númer 3. Cristiano Ronaldo. Besti knattspyrnumaður sögunar að margra mati, hann fer í 3. sæti því að hann var náttúrulega svona 2 skipti þarna. Já, og bara, veist, hann skilur ekkit fallega við okkur ef við hreinskilni, sko. Sáuðu tölfræðina með hann og Saka eftir fyrstu 200 leikina? Nei, en ég sá tölfræðina með hann og Messi á YouTube. Já, en finnst þér það bara svona eðlileg? Heldur að Saka muni ná levelinu sem var Ronaldo? Já, ég meina, við vitum, hann búin að... Það var gaman að sjá það. Já. Það var ekki ekki það, reyndi við kynna það. Já, það var ekki það. Líður ekki eins og stíð á leiðinu? Jó, mann líður alveg svo sem bara rétt. Hreinskilni, hvað þetta rugglaði. Það alltaf verið að tala niður og maður velti fyrir sig hvað liggur á baki. Númer 2, þetta var ógeðslega erfitt. Þetta var samt ekki erfitt, en það Wayne Rooney. Það Wayne the Pain Rooney. Já, það bara leikmaður sem ég dyrka og eiginlega uppáhaldsleikmaður minn of all time. Ég bara gat ekki sett hann í fyrsta sæti því að það Eric Cantona. Já, númer 1 Eric Cantona, maður sem að breytti ensku úrvalsdeildinni. Öllu á Old Trafford. Og svona, deildin fór úr því að vera bara einhver deild í að verða enska úrvalsdeildin. Ég get lánaður að ég fæ ekki að hengja þetta upp heima. Já. Ég sé út með treyjur. Ég á áritaða Rooney og Cantona. Ég get lánaður það. Kottu með það ringað right now. Ég að segja það. Herri, ég auglýsi líka til Liverpool búningum sem búið að króta og Arsenal. Ég með eina Arsenal treyju hérna inni. Hvað Arsenal treyju? Það fyrsti Íslendingur til að spila í marki í ensku úrvalsdeildinni. Hvað hann núna? Rúnar Alex FCK. Förum í sambandsdeildina beint í Fossvogin. Gerum það með heimkaup þar sem að þú pantar vínið. Varstu sáttu með geðveikur listi? Hvað myndir þú setja top 3 hjá þér? Wow, hverja myndi setja nummer top 3? Ég myndi að sjálfsögðu hafa Cristiano Ronaldo þar.
þetta Rúni og Cantona? Ertu með eitthvað öðru? Já, nei, ég held að við séum bara, ég sé mjög nálægt ég væri náttúrulega mjög nálægt að vera með Petter Schmeichel hann á stað í mínu hjarta það er bara þannig ég sett Vittits á top 5 já, það er gaman að heyra förum við Fossvoing fallegt Heimkaup Heimkaup selur bjórinn beint heim til þín þú getur fengið Tuborg, Classic eða grænan hvort sem þú fílar betur já, eða bara pungvarakvelina ef að á að gera allt klárt fyrir helgina þá er hún líka til staðar og beint heim til þín jæja sambandsdeildin og blöð þú ert svona já, þú er mætt í Fossvogin og fólk er svona að fara að finna fyrir þér í dalnum góða og þú ert mættur þarna í gær já hversu, sko 5-0 var samfarandi sigur á þessu Santa Coloma liði sem að gaf virkilega Asset Alkmaar run for their money í síðustu umferð. Nei. Endaði 3-0 samanlagt. Ok, af því að mér fannst þessi að vera að horfa á eitthvað firmalið. Þú veist vissilega konið 2 í manni eitthvað, ég var bara að hugsa hvernig getur þetta verið síðasti leikurinn í þessu þetta átti að fara svona 8-0 ég meina við munum allir þegar við hlóum að Trepenne sem var mættu Breiðablik hérna fyrir ári síðan held ég þeir eru 160 sætum fyrir ofan þá á Evrópulistanum yfir Kofisir en hvað er þið mörgum sætum fyrir ofan Krista Pala sem er aldrei í Evrókefni 3000 sætum þú skilur hvert að fara ég gef ekki fyrir sér rök Trepenne gátt ekki neitt, þessir eru í lagi þeir töpuðu bara 3-0 fyrir Asset Alkmaar nei, ég hugsa að Trepenne myndi vinna þetta lið hvaðan eru Trepenne? San Marino já, þessir gaurar hendur Trepenne út núna fyrir nokkrum mánu síðan sko. en þeir komast á þennan stað einhvern veginn, það bara veist, það er rannsóknarefni í þessu ég hugsa að þetta sé slagasta lið sem maður hefur séð spila á Íslandi síðan að við byrjuðum að fá þessi lið hingað Arnar Gunnlaugsson þarna að færa hagkerfinu í Fossvogsdalnum hvað einhverjar 600 milljónir þetta fer ekki beint í vasan það líka að ferðast og alls konar já það er svo fyndið, þú ferðið inn á þetta ég var að tala um í gær bara við lið bara er ekki einhver alveg peningur sem kom inn allir bara, jú sem að ekki glemma því að kostar að fljúa þetta er alveg tjekki sem er að koma þarna það er bara þannig, ef við gerum þetta 2 í röð þá gæti þetta orðið svona Rosenborg dæmi Blikarnir náðu ekki 2 í röð þá ertu bara komið þannig pening að það er erfitt að enda þær af og þeir eru núna komin á þann stað þeir eru komin í deildakeppni sambandsdeildarinnar þetta er svolítið orðið aðeins öðruvísi ákvarðat núna þeir fara þarna í gegnum þetta ég held þetta að veri búið eftir Shamrock af því að það voru allir búin að segja við mig að það veri lykil einvíð að vinna þarna fyrsta einvíð það var það sem ég held einmitt var það bara ekki besta sem kom fyrir þá það verður í raun og veru í raun og þessu vítið þarna Já, með ólíkindum hversu þægilegt þetta var fyrir víkingana ég meina Arnar Gunnlaugsson, það vitaðu svo sem flestir að þið eigið eitthvað vinnasamband What a man hann mætti þetta fyrir leik eitthvað það er létt að og þá var ég ekki að tala bara með því að býja það við hliðina en það bara öll stemmingin hann er geggjuð ég verð að gefa vikingum það hann búin að ná svona þessu siege mentality allir á móti viking bara við á móti öllum ég finna bara þegar ég er að hlusta þáttiðin það er aðalega keli þeir eru að heitbótsa þetta allir strákunir hjá mér sko ég veit það, en það er einhvern veginn sko Arnar Gunnlaugs er með áru sem að þú getur ekki keypt þetta er svipað eins og Óskar Örn Hauksson og fleiri það eru nokkru með þetta, það er helvítið erfitt að vera illa við það af því þetta er svo góðu gaurar þetta er svo, ef þið er illa við Pétur Jóhann þá er eitthvað að þér segir mér þig og hann er þar að mínumati Arnar Gunnlaugs er bara með áru og er geggjaður þetta viðtalið daginn ok, sammála því, ekki gott en hann er bara, það er mikið undir og hann er geggjaður sko, ef hann væri ekki með þetta allt heimsins sjálfstöðst þá hefði, sko, einhver hefði þegar við alltaf með What a Man dæmið þetta í FM95 blöð einhver hefði hringt, værið til ég hætta ekki ég er alveg komið nóga ekki hann var bara, hey, keep it going guys hann er bara með kvítvinni bara love you guys ég veit það það er líka aðeins betri liður að vera með What a Man heldur bara hversu graður þú veist það er reyndar þegar þú segir það Gunni, hvaða þú varst hér með tilfinningar þungnar ræðu þegar að Breiðablik fór áfram í þetta í fyrra og talaður að drengir hefðu verið að fagna þjálfarunum sínum síðan í 7. flokki og þú fegst tárakvarm og allur sápakki og þetta myndi aldrei gerast aftur Víkingar ég sagði svo sem að ég verð ekki en ég meina þegar Breiðablik náttúrulega fyrir gegnum þetta fyrra þá hefðu þeir getað fengið Astana frá Kazakstan þeir hefðu getað fengið Ert þú hafðu bliki?
Nei, ég held, þú veist, bara, ég tengist Breiðablik bara á þann háta að vann þarna í mörg ár og besti vinur minn í markinu. En þá hefur þeir geta mætt, eins og ég segi, HJK frá Helsingi, þeir hefur geta mætt Astana, þeir hefur geta mætt Ferencvaros, Žalgiris frá Litáen. Ég veit ekki hvað það en ég meina, þú veist, sterkasta liðið sem að Víkingur hefði geta mætt í þessu Champions Path er HJK Helsingi og það liðið sem að þeir ættu öllu líkindum að geta unnið. Við sáum til dæmis að Lincoln Red Imps frá Gibraltar er komið eiginlega í sambandsdeildina, sama með New Saints frá Wales. Er það að gera lítið? Nei, ég bara, þú veist, maður að sjá það bara núna að þetta mun verða bara nýr veruleiki. Bara hjá íslensku liðum? Já. Ég held að það sé bara þannig og ég nánast voru að fullera það að öll liðin í topp 3 hefðu farið í gegnum þetta path sem að Víkingarnir fengu, ekki að draga neitt úr þeirra afrekum. Ég viðurkenni það núna að ég held að þetta væri erfiðara. Viltu segja orðin 3 sem þú vilt kannski ekki segja? Hvað? Ef við reyna að gera það saman. Til hamingju Víkingar. Já, en er það eitthvað, þú veist, er það barnorðin 3? Nei, hefur það verið venjan? Þú gerir það ekki fyrir með Breiðablik? Jú. Þannig að ég get gert það. Ég samgleðist það minnilega. Ef að þú værir, hvort myndur þú frekar vilja að Blikar færu áfram í Evrópukeppnin eins og Víkingar og bara Blikar gerði fyrra eða eru Íslandsmeistara, hvað myndur þú velja? Ég meina það segir sér sjálft með náttúrulega fjárhægin, ég meina það að verða Íslandsmeistari tryggir þér í raun og veru núna, þá virðist að tryggja þér. En bara spurningin ef að þú væri bara út harðu Bliki, hvort myndur þú vilja að Íslandsmeistari að færu í riðlakeppnina, en það náttúrulega sko deildakeppnina, já, þetta náttúrulega, þetta svolítið eitthvað þeirra öðru sko. Ég veit að þú verður náttúrulega að verða Íslandsmeistari til að fá sitt, en ég er að spyrja það, núna, hvort það eru viljað? Sko, miðað við hvernig þetta fór í fyrra Evrópu dæmið hjá Blikunum, þá tæki Íslandsmeistarar. Okay. En það vonandi að Víkingar hafi lært af einhvern veginn, en það bara, ég held að lykilsetningi sé það sem að þú sagðir í síðasta leik, það er þetta með að spila á Laugardalsvelli. Það er bara drullut erfitt að ná upp stemmingu. Ja, það á bara að vera í Víkinni. Það verður ekki það. Á Gervigrasi og ég segi bara mókin og stóru hólum. Ég er líka að fíla núna, nú sitjum með mönnum sem hafa vita á þessu. Hvað er, til dæmis að Víkingur gerir jafntefli í leik, hvað er mikill peningur fyrir jafntefli? Hvað er fyrir stig í svona keppni? Kostar sér 500.000 € fyrir jafntefli og 800.000 € fyrir sigur eða eitthvað slags. Náður Blikar í stig eða? Nei, mistókst. Og þetta var ekki diss? Nei, þú þarft ekki að... En með þessu fyrirkomulagi sem er verið að breyta núna, þessari deildakeppni þar að segja, að þá er dregið eftir styrkleikum. Þannig að þá er meiri möguleiki fyrir lið eins og Víking að ná í stig. En þetta er ekki heima og heiman? Nei, þú fær 6 heimaleiki og 6 úti. Nei, sko, já. Nei, 3 heimaleiki og 3 útileiki. Já, þetta er ekki 12 leiki. Þetta er einhver svona skrítin deildakeppni, en það sem er skemmtilegast við þetta er að Víkingar gætu mætt Chelsea. Það var ekki grjót. Við skulum skoða aðra leiki með Sony sjónvarpum sem fást að sjálfsögðu í Origo. Sony, leikir eru teknir upp á Sony-vélar og það þarf ekki að kremja þess inn í eitthvað annað tæki, það er bara beint í Sony-tækið. Heyriði, drengir, það voru leikir í aðrir og greið David De Gea. Herru, hvað, ég sá þetta á grúppin okkar, hvað gerist? Ég er ekki búin að sjá það. Þeir voru að spila móti einhverju ungarsku pöpparliði, Fiorentina. Í Evrópukeppni? Já, það fór 3-3 á móti liði sem voru aldrei heyrt Puskas Academy. Og kallgreið var þarna einhvern veginn stóð í markinu og hafði ekki staðið í marki 450 daga og alls konar vandræðum. Ég held að hann var hættur. Ég held líka að hann skrítið að fara, veist. Já. En hann var mættur hann að kallanginn og var þetta honum að kenna það? Nei, það var ekki allt honum að kenna. Hann reyndi sitt allra besta þarna. Þú náttúrulega hefur hatað hann bara allt þitt líf. Já, ég hef gert það. Ekki hatað. Það eru actually margir að núti og þegar maður ræði við eitthvað lið sem að halda actually að David De Gea sé sko bara það versti markmaður sem hefur stíði fæta langt í frá. Svo langt í frá. That's because of this guy. Ég veit það. Hjöppi býtur eitthvað í sig og hann bara getur ekki. Ég ætla að fá kvóta Kjartan Kjartansson. Hann sagði, Hjörvar, þú gæti verið í fjölmiðlum í 500 ár. Þú mútt aldrei koma sterkar að teika þetta. Þetta er bara besta. Hann sagði, þetta er the best take in the history of sports media. Þú varst bara bítið í því svo snemma. Ég sá þetta strax. Hann var ekki með skrokkin í þetta. Og þess vegna var hann atvinnulegs í heilt ár. There's a reason. En hann ekki bara með svipan skrokk og Courtois eða eitthvað. Já, en við höfum rætt þetta. Við höfum bara að rífast þetta fullir erlendis, bara svo veitir það, og við getum satt hlaust undir það. En getur ekki gefa honum, hann átti gott season.
Hann átti gott tímabil þar sem hann var geggjaður. Þannig að þetta ekki lélegur markmaður. Þetta var aldrei minn maður. Nei. Höfum það bara þannig. Það voru fullt af leikjum. Ajax eru svona nánast komnir áfram Panathinaikos með Sverri Inga í vörðinu. Hvað þetta Herði Björgun? Ég er alltaf að bíða til að sjá nafnið hans einhvers staðar. Hann bara working his way back. Já. Meiddur það? Já. Hvað sleit krossband þarna fyrir, ekki komið cirka ár síðan? Já. Hvað er hann gamall? Hann 93. Geta það ekki, 93, 92 Hann úr sem 93 árgangi í fram. Þannig að hann það var eitt skemmtilegt Sparta Prag vann Malmö 2-0. Það sem geggja við það gæi sem heitir Las Fries sem að er þjálfari Sparta Prag, danskur gaur sem hefur alltaf verið aðstoðarþjálfari einhvern veginn ranka, þetta bara eins og einhverjum bíómynd. Hann lúkar eins og gaurinn í dagbók Berts þegar hann var fullorðinn. Eða myndi íbyrgur dagbók Berts fullorðinn. Ef þú googlar Dana, þá kemur þetta upp. Já, ég meina þessi gaur bara eins mikill aðstoðarþjálfari og Finnur. En hann einhvern veginn aðalþjálfari Sparta Prag og pakkaði saman Malmö þarna 2-0. Þannig að svo sem einhver stór tíðindi í þessu öllu saman það Gunni? Í Evrókjarnum? Nei, Elfsborg vinnur Molde sem voru svona tæmilega óvænt úrslit Molde á heimavelli en Svíarnir eru að koma sterkir inn í Evrópukeppni eftir hörmungar ári fyrra og eru núna eins og staðan akkurat núna ef að Evrópukeppnin er lokað núna þá eru Svíarnir með auka Champions League sæti fyrir næsta ár. Herru, hversu mikið af þessu sýning hjá okkur? Eru þið að horfa á þessa leiki? Því að nú hlustaði mikið á doktorfútból. Eru þið að horfa á alla þessa leiki sem þið eru að tala um? Við erum að horfa á þetta allt. Við erum fylgist með þessu öllu. Svona í alvörunni? Já. Það fylgst með. Það reynt að láta gott af sér leiða. Tala að láta gott af sér leiða Bíkó og doktorfútból byggingarverslun Kópavogs. Kannski eitt af stoltu Kópavogs. Fyrirtækið sem að þjóðin þekkir og þekktasta útflutningsvara, Er ennþá með byggja á breytinni eða? Já, hvort þetta sé frægara, þekktar á Íslandi sem vörumerki, Breiðablik eða Bíkó. Bíkó, 100%. Bíkó, já. Heldur betur Bíkó útbreyttara? Já, byggja breytinni. Á breytinni. Það verður Breiðablik. Áfram Bíkó. Heldur það? Herru, drengir. Já, það svo margir sem rúlaði þetta í gegn. Það var verið að ræða mikið. Við rættum það líka og það hefur verið rætt þetta að Gylfi hafa mögulega ætlað að rifta. Hvaðan kemur þetta? Þetta fór að skvissast út úr víkinni fyrir svona viku síðan, rúmri. Og menn bara ræða þetta. Og er bara staðfestar heimildir fyrir þessu? Nei, en þú veist, það náttúrulega jihad á milli Vals og Víkings. Börkur fór, reyndar eins og Börkur gerir, hann fór bara beint í tekkinguna. Hefur rætt þetta við Gylfa sjálfan? Nei, hefur rætt þetta ekki. Nei. En það ekki auðvelt að ná í Gylfan sko. En málið er að Börkur fór í þetta varaformar aðalstjórn með svona, þegar þú hendir svona fram þá finnst mér að þú getur alveg heyrt í Gylfa. Já, ég meina þetta verið í umræðinni. Þá finnst mér, ég er að segja satt núna mér finnst bara að Gylfi að þurft að segja þér bara að maður er ósáttur. Já, ég er að hlusta þættinu hann myndi aldrei gera það. Ég held bara hann myndi þá kannski senda þér hann myndi neitu sig þá að því mér finnst þetta hættulegt að fara að segja svona á þess að vera með þetta bara staðfest. Já, við erum svo sem að líka grípa þetta á lofti, þetta var í fjölmiðlum annar staðar, þar sem að þetta kom fyrst fram og svo bara að því að þetta hafði verið í umræðu, þetta var að kvissast út en ég er sammála því sem ég heyrði inn í þættinum, það er ekki sama leikliðin hjá honum og var bara 100%, þannig að kannski er eitthvað til í þessu. Sko, það er náttúrulega þannig, ég held að ef hann hefði viljað rifta þá hann bara rift. Það er ekki flókið, það er bara það er ekki þannig að hann hefur komið með ójurifta, nei, þú veist, hann hefur bara rift og bara búið. Þannig að það hefur aldrei verið málið. Það sem ég ætlaði að koma með sem punktin er að hann er 35 ára gamall og það að vera fullorðinn fótboltamaður í dag er miklu erfiðar en hann var. Það er rosalega erfitt að finna gig. Mats Hummels, hann er atvinnulaus í dag. Sergio Ramos er atvinnulaus. Cuadrado er atvinnulaus, Keylor Navas er atvinnulaus, Marcos Alonso er atvinnulaus, Pjanic er atvinnulaus, Wojciech Szczesny er atvinnulaus, Joel Matip er atvinnulaus. Það er bara, það er allir obsessed af ungdómnum. En er þetta ekki líka bara að vera að bíða eftir rétt að tjekka bestandeildin? Er þetta ekki bara að bíða eftir rétt að tjekka hann? Jú. Allir sem menn geta komist í lið í heimalandi sínu og bara... En eftirspurnin er bara ekki svakalega. Nei, kannski, þú segir það. En hver heldur að hafa verið pælingin þegar hann kemur heim í Val? Var það bara að koma heim í Val, klára ferilinn eða heldur hann vildi bara vinna. Hann vildi vinna hann titil, það er bara klárt mál. Og þetta er ekki búið hjá þeim. En þú veist, það er bara, maður hefur ekki séð mörg. Þú veist, ef maður fer bara skrifa bara Gylfi Þór Sigurðsson Premier League Highlights
það svo mörg sem hann býr til Þetta á var geðveikt. bara einstaklingsgeðum. Þá er ég ekki að tala eitthvað, hann fær einhverja bilaða sendingu eða eitthvað, það sem hann bara býr markið til sjálfur. Þegar hann setur Virgil van Dijk á rassinn til dæmis á móti Southampton og smýra sig bara í vinkilinn fjær. Markið þess á móti Tottenham, markið þess á móti Leicester, markið þess aukaspyrnu, markið þess á móti Arsenal. Þú veist, við höfum séð fyrir mér þetta fá svona moment. Nei, ekki byrjun. Sko leikurinn sem móti Breiðablik ég hef ekki séð svona gerast á Íslandi. Nei, það var besti leikurinn en hversu marga aðra svona leiki höfum við séð frá hann? Já, þú segir það. Já, hann búin geggjaður. Ég meina hann er búin að vera góður sko. En það aðeins bara hann að dala með öllu liðinu. Það veist. Já. Það bara þannig. Herri, ég var á afmælinu mínu í 2018 að horfa á hann á bara og Lissabon og þar skoraði hann Leicester mark þar sem hann setur hann og ég fagnaði hann eins og trilltur maður á barnum og hann kom maður til mig og spurði, heyrðu, þú veist, hvað heldur með Leicester? Ég sagði, nei, ég er frá Íslandi og gæðin sem skoraði er frá Íslandi. Ok, er þetta bróðirinn? Nei. Þekkir hann eitthvað? Nei, ekki neitt sko. Og bara var svona, þú veist, mér er alveg drullu sama að við sjá Maríu skorar eitthvað gott mark fyrir Inter sko. Þetta er aðeins öðruvísi á Íslendingur. Ég meina, ég meina að fagnaði öllum mörkur. Ég meina, ég var á vellinu þegar að setti aukaspyrnumarkið á móti Swansea sko. Nei, á móti Arsenal. Það var ég á vellinu. Fagnaði það? Nei, þetta var svona skrítin tilfinning. Það var mjög skrítin tilfinning. Það var geðveikt sko. Og maður hefur haldið bara með þessum gæja bara í ekkert eðlilega langa tíma og alltaf fagna hverjum félagaskiptum og þú veist, þannig að maður bara svona einhvern veginn, ég veit ekki, maður svona vonaðist til þess einhvern veginn. Fyrir mér er Eiður besti fótboltamaður bara Íslandssögunar en ég gef Gylfa, hann er besti landsliðsmaður sem átt. Bara staðfest. Einstakur landsliðsmaður og heldur betur. Mætti alltaf bara í, veist bara ferð yfir, þetta var svo rugglað einhvern veginn að mann bara fattaði ekki þegar þetta var að gerast landsliðsferillina að fara á EM og HM og bara hvernig hann er að taka vítin bara stórum momentum, bara besti landsliðsmaður sem Íslandur hann ber ábyrgð á velliðan þjóðarinnar 2016 og 18 það er hann sem ber ábyrgð á því sko. það var ekki tuð ég get ekki að sagt þér ef að það er ekki ógeðslega metnafullt umhverfi sem hann er í þá bara verður svo gæði friðlu sko. Ég held að það sé bara þannig bara góð punkt. Ég held að það sé bara meikið ekki þetta. Ég held að hann væri núna til dæmis í Víking væri hann að spila nákvæmlega sem hann gerði á móti Blikum. Hann hefði átt leikinn í gær og hefði átt bara, hann þarf að vera í ef hann er komin heim til Íslands þá þarf hann að vera í topparöðu og þá þarf bara að vera allt upp á 10. Áður við skiptum yfir í íslenska boltan þá ætlum við aðeins að kíkja á hvað gerist á þessum degi og hvað við gerst á þessum degi. Hvaða dagur er? Það er hvorki meira en minna en 23. og sko lífeyrissjóðsmálin þín blöð, þú ert svo sem alltaf að tala lífeyrissjóðsmálin en ef þú ert ræðið almennilega þá er Brynjólfur Hjörleifsson sem býður eftir og hann ræðir þetta á mannamáli frá lífeyrissjóðum Vesturmanna hann bara ferir við stöðuna hvað er gamall, hvað er frétta og hvað vill eiga mikið peningu verið 65 ára og whatever og hann bara ferir við þetta með þér en það sem gerist á þessum degi, ég ætla ekki að fara bara nema 4 ára aftur í tíman því að fór fram einhver mest unspectacular úrslitaleikur meistaradeildarinnar fram á þessum degi fyrir 4 ára síðan þegar að Bayern unnu Paris Saint-Germain 1-0 með marki Kingsley Coman með 0 áhörundur í stúkunni og allt það ég veit að gott að lausa þetta ég var búin að gleyma þessu leik ég bara Bayern og PSG hvernig fór þessi leikur, ég hef aldrei getað sagt þetta ég hef ekki getað sagt hvað liðmættist í úrslitunum eins og svarið það þetta var kannski ekki svona þeirra finest moment nei en titill engu að síður engu að síður nú erum við að fara í fjörið förum í bestu deildina já þetta er besta deildin Kjarnanfæði og Doktorfútból wow besta deildin is back must see TV kannski sjónvarpsviðburður ársins á Stöð 2 Sporti í gær eins og Auðun Blöndal sagði á fésbókar síðu sinni það er skemmtun og svo var það þessi leikur Káringar virtust vera með þetta í höndunum 2-0 í hálfleik blöðari. Já, hvað gerðist svo? Ég veit ekki að því ég var á hinu leiknum, Evrópuleiknum hjá Víkingum og fór svo í ammali en þegar staðan er 2-0 í hálfleik þá segi ég orðurétt við Binna félaga minn sem er í dagurinn Þorstjóri BL sjátt á Bösterinn vel gert að ég bara hjúkett, ég ætlaði að setja pening á HK ég var alveg pottþéttur myndi vinna út af öllu ruglun einhvern veginn og ég var svo feginn þegar það var 2-0 fyrir KR að ég gerði það ekki svo endaði þetta 3-2 Já, þetta var ótrúlegt og frábær auglýsing fyrir íslenskan fótbolta þessi leikur í gær Hvað gerist þarna? Hvað gerist, Gunnar Birgisson? Það bara, þú veist KR með öll völd í fyrri hálfleik svo
kemur þetta mark Eiður skorar þetta mark og KR ná bara aldrei að snúa við augnablikinu sem að HK næru Momentum. Já. Og fótbolti momentum. Það maður raun og veru beið alltaf bara eftir öðru markinu en náttúrulega vendipunktur leiksins, ég held að geti nú allir verið sammála hver hann var og ég meina ef hann hefði farið eins og hann kannski mögulega átti að fara þá væri við kannski að ræða aðra hluti. Hvað er það? Það er markið sem Atli Sigurjónsson skorar. Nei, þegar hann ítir í bakið á Atla. Það er engin hrinding sem á sér stað. Ég held að þeir eru nú báðir þegar við báðir Nei. Það er ítt í bakið á skakfyrringnum Atla Arnarsinni og þeir þekkið hann önnur Rögnu systur hans þetta fólk sem að svindlar ekki, við vitum það og þegar honum ítt og hann kastar sig fram þá veit Sigurður Hjörtur þetta er brot og hann neldis ákvörðun. En ætti hann ekki líka að vita Atli Sigurjónsson fannst þér þetta brot? Ekki kannski mest Nei, Hjörvar, við verðum að vera sanngjarnir. Já, mér fannst það brot. Við verðum að vera sanngjarnir. Ég benti strax í þetta og ég sá Nei, þú fagnaðir óurlega þegar Sigurður Hjörtur dróð þetta upp úr Þú þekkir þetta fólk, þú þekkir Já, en ég þekki líka Atla Sigurjónsson. Þetta er fólk úr Skagafirðinum, þetta er alvöru Skagafirðingar. Við tökum betri umræðum Atla Arnarsson hérna rétt á eftir. Það er ótrúlegt að maximæsið á hans ferli skuli vera mögulega, IBVF þegar þeir verða bikarmeistarar að hann skulle ekki hafa spilað í betra liði með allt þetta skáting og dæmi sem er í gangi Atli hefur verið svona mest stabíli leikmaður HK bara undanfarin ár. Hvað er gaman að vera frábær? Já, hann er búin að vera stórkostlegur. Gaman að sjá allan eitt Skagfirðing vera blómstra í Getur KR fallið, ég veit að það rætti þetta en geta það? Nei, þeir er too good. Já, en samt búin að tapa núna fyrir hvað, Vestra og HK. Þetta er bara ef við erum hreinskilnir Þetta lítur ekki vel út og maður óttaðist það í gær þá hugsaði maður bara hver er það í þessu liði sem á að rífa liðið upp á svona augnablikum og svona stoppa þessa blæðingu sem að vera í þessu staðana þetta er svona hálf karakterslaust KR-lið það vantar svolítið þetta svona KR identity sem er í HK þú veist að þar ertu með gæja sem ólust bara upp í faralundunum eða upp í kór Ég get sagt það, ég var mikið að spá að segja skilum þess að bestu deild eftir tapið að móti Fylkjum daginn, það voru einum fleiri og Fylkir pakkaðum saman en þetta Blöðar, þú stundum tala þetta scouting-system í HK þegar þeir geta ekki alltaf að fara í efstuðli þeir þurfa að vera svolítið clever hvernig náðu í Birnisna Ingarsson og svo bentur á með Emil Atla hvernig náðu í hann og núna Atli Þór Jónasson hvar funduður en hann rísa þú séu okkur hann sjóna hver getur einhverjum náðu ég bara ekki hugmynd hefur þú séð svona góður áður í íslenska boltanum sem eru 2 metrar á hæð og með þetta skil og alltaf pakka það er bara hjútsrespekt þetta er eitt besta scouting bara þú finnir þetta svona sendir hann kemur á Hamri sko hver að gera no history of fótboltamenn sko Sóli Hólmjú hann góðu miðmaður Nei, ég held að Sóli, þú sérðu alveg hvort að menn gátt eitthvað í fótbolta ekki ég get sagt það bara hér, Sóli gátt ekkert í fótbolta bara á að horfa á hann sko. En ég held að ég sem bara unnandi íslensku knattspyrnunum fagnaði þessum úrslitum mjög heitt og innilega því að ég hugsaði Já, ég var varðið það Ég hugsaði ok, yes, nú fáum við umræðu íslenska boltan áfram í dóttarfútból það var nefnilega, ég var skítrættur að það yrði ekki sko ég myndi samt ekki vilja sjá enska boltastifi færi bara beint í gang ég myndi samt ekki vilja sjá það fara niður það er að þið góð manneski held ég þú vilt ekki sjá neitt fara niður þú vilt stóra leiki og þú vilt ekki sjá neitt lið fara niður, þekkindi þig Jú, það er alveg nokkuð liðarna sem ég er alveg til að segja Nei, reyndur að segja Þetta verður, ég meina þetta er náttúrulega frábært fyrir pakkan hann niður En það er eitt sem með Óskar Hrafn Þorvaldsson það sem að ég voru hrósunum fyrir að hafa ekki gert dómgestuna aðal ég hann er ábúinlega séð bara bakgrindíkuna en hann gerði það ekki aðal það bara hefur ekkert upp á sig En Óskar má eiga eitt hann er Jose Mourinho í Íslands hann á sína eigin aðdáendur það er bara gauðra sem að eldan bara í hvaða lið sem ég var bara að reyna að róa mannskapin í gær og bara heyrðu, róa þú þig ekki svara og aggressíft tökum bara samtalið ég er alveg saman á því það er bara, hann er í skarið sko það er ára yfir honum og þú vilt sjá hann í viðtölum það er fullt af þjálfunum sem þið gæti ekki meira saman að sjá í viðtali eftir leik þú býður þetta er sama þegar Þorvaldur Örlygs var að þjálfa þá beið ég alltaf eftir að fá hann í spjall bara eftir leik bara og ég var að vona eins mikið og ég held með honum bara geggjaði myndi tapa einhvern veginn og dómgæslan hræði þú vilt bara fá svona heldur betur Eiður Gauti Sæbjörnsson sem að kemur úr 4. deildinni hann stýrði traffíkina á 3. hæðinni í þessum leik algjörlega mögnu framistæð eina af framistöðum tímabilsins
Dagur Fjölsteð, flottur á kantinum, hann átti 2 frábæra fyrirgjafar, alltaf busy leikmaður sem heldur betur virðist smetla vel inn í þetta HK og þetta ekki eins og að fá hvernig hann skærulega í þetta lið því að hann náttúrulega, það HK tengingarnir inn á heimilega þannig að hann að gefa sig allan í fyrir rauð og hvíta lið. Annar leikmaður frábær Ívar Örn Jónsson sem átti stóðsendingu með öðru markinu, hann var stórkostlegur í leiknum og mikilvægt fyrir HK að fá hann í gang náttúrulega að koma úr meiðslum. En já, bara þetta svara núna, hvað 2 lið falla? Ég verð að vona að vera Fylkir og Vestri en í Vestri eru bara komnir okkar rönn sem ég sé ekki og Fylkir eru allt í hennu líka að líta vel út þannig að þetta er alveg vesens sko. Þetta er bara, þetta verður, ég get alveg séð eitthvað óvæntlið falla sko, eða þetta eitthvað stórt gerast sko. Þetta verður þvílíku pakki og sem skemmtilegt, þetta er fyrsta sinn sem við förum í úrslitakeppni það var það sem ég ætlaði að segja. Það var það sem ég ætlaði að segja. Það frábær punktur, það sem var áhugavert líka að fylgjast með stuðlunum í kringum hennar leik hversu mikill market leader Ágúst Þór Ágústsson á Epic er hann gerir eitthvað og allur markaðurinn bregst við, hann stýrir þessu frá A til Ö hann er sá besti hann er líka kallað Gústi frá Future já, en hann myndi mig hins vegar á einn mann það er Auðun Blöndal, af því að Auðun Blöndal er líka market leader, ég stundum að hlusta á FM 957 á laugadögum eða 50 dögum eða eitthvað svona, þá eru alltaf einhverjir gaurar góla í útvarpinu sem eru að stæla kongin, þeir bara herma eftir og þess vegna sendi ég er bara að fara að hætta kannar Gústi Blöð Hutur Gústi Blöð já það skilur hvað ég á við nei, svo líka svo fyndið, þú spyrð Gústa það er ógeðslega gaman að fá sér bjór með Gústa og beða hann að hendi seðil bara, ég get nú ekki verið að segja eitthvað svona ég myndi, þessi lítur vel út sko þú veit á fyllir í alltaf, þetta er gaur, hann bara kann þetta heldur betur, market leader eins og blöðarinn sjálfur hann er kongur, ég er sammála því og bestu kongarnir eru menn sem að er ekki að svona trana sig fram sko ég meina já, algjörlega hann er ekki að auglýsa sig og það er sama eins og Óskar Örn þetta eru kongar já, og Óskar Örn Hauksson náttúrulega já, hann gæti held ég orðið annar leikmaðurinn í sögunni eða ég held það, til að skora eftir fertugt í efstild, veit hver hinn er? Hann þarf að ná því, hver er hinn? Birkir Már Svavarsson? Nei, hann er fertugur á þessu ári, Birkir það þannig? Já, hann verið ámæli í nóvember ég held að Dín Martin hafi gert þetta eftir fertugt eða eins og ég kalla hann Dino Svo er þetta líka með svona, þetta fer oft í töðunum með menn sem eru með svona áru eins og þeir sko, þetta er eins og Skari, hann er með svona að vilja, everybody wants him to like að bara fólk svona að sogast á hann, hann er ekkert að biðja það þetta er bara eins og við erum á Flórida einhvern veginn og tengd og einhvern veginn spyrja hann hvort hann vil ekki leggja sig að því að bara er enginn að spyrja mig hvort ég vil ekki leggja mig ég er með 2 börn á sama aldri og hann einhvern veginn þetta er bara svona hann er með einhverja áru sem er ekki hægt að útskýra já, það var bara þannig, ég gleymi sig ekki við erum bara Flórida og bara æskarminn vil ekki leggja þig bara ákveð enginn að spyrja hvort ég vil leggja mig tengd að minnum skipstjóri á Akranesi sko, hann er ekki mikið að spyrja hvort ég vil leggja mig sko honum finnst álægið ekki vera slíkt á mér tippum á íslenska boltan helgina það eru 4 leikir, ég ætla að fá þig Gunnar Birgisson til að gefa mig tölur tilbúin í tölurnar ég ætla að fylgjast með núna ég ætla að hendi seðil Krambúðin er með Dr. Fútból sem sérlur púðana á betra verði land allt Valur Vestri á hlýðan þetta 3-1 Valur 3-1 Valur ég myndi segja 1-1 heldur þú Vestri fari á hlýðarenduna á jafntölu? Já þá verð ég að hafa blöð inn í þessu framkáa Herru, það er að þetta er X-seðil já, þetta er 1-1 já. Þetta er 1-1 sammála 1-1, þeir eru saman það Ía Breiðablik 1-2 já, 1-3 segi ég, Breiðablik já Fylkir FH 0-3 FH já, wow 0-1 og svo á mánudaginn Stjarnan HK 2-0 Stjarnan sammála það verður að hafa það við fjöllum betur fyrstu deildina eftir helgi en sem ég get sagt ykkur það að IBVF eru komnir í bílstjórasæti þar eftir að Fjölnismenn töpuðu í gær fyrir svo magnaða IR-liði sem að neitar einhvern veginn en hvernig er það? Það er 1 lið upp og svo úrslitakeppnum 2-5 það fara tölið bara
eitt beint upp Já, og eitt sem að bara, úrslitaleikur Já, svona eins og Vestri vann í fyrra Alveg, á móti Aftureldingu Já, og í gær voru það Njarðvík sem vann Gróttu og ÍR-ingar unnu Fjölnismenn í frjálsu falli eftir glæsilega byrjun gengur ekkert upp hjá Fjölnismennum meðan Hemir Heiðars að leyfa eigunum að dreyma Ég fíla það, hann kom til mín í auka þátt í plökastinu og þetta bara draum á jobbi hans var að þjálfa IBF Ég held með Hemma þarna á IBF Heldur betur Það skemmtilegt þetta IR-lið maður Já, heldur betur, við ætlum eins og að fara í enska boltan Enski boltin með flísabúðinni og það voru kynning á Rúbíverkverunum 2. og 3. september og þar verð ég í flísabúðinni og svona aðeins að verð þetta með Albert Sanchez frá Rúbí og við ætlum að kynna helstu nýjungarnar hvort sem eru flísaskerar Verður það í alveg flísasægir, ég verð þetta, já okay. og alltaf helsta í heimi flísabransans Þú veist hvað skoraði Sigurmarki fyrir ég gerði ekki Gilsarinn, já Gilsarinn Flísabúðin á Dóttur fútból ætlum að gefa 2 með á heimaleik með Barcelona á samt flugi og gistingu Já, við ætlum að gera þetta Það er alveg Já Það er alltaf, veist Það er gaman að koma núkamp en stemningin það er ekki Þeir eru ekki að gera Þeir eru á miklu meiri stemningsvelli Það er sem við sungið og talað frá fyrstu mínútu Það er að gera upp völlin, já Heldur betur, þannig að þetta verður frábær vinningur hjá vinnum mínum í flísabúðinu og ég hlakka til að taka móti Albert Sanchez frá Rúbí verkværunum Drengir Ég þarf að flísalegja hjá mér hvað heitir þetta Það skal gera aðra helgina Þvóttavélin og allt þvóttási Gerum að aðra helgina í september þá er landsleikir þá er landsleikir helgi þá flísalegi heyri mér bara heyri blöð það voru margir sem að hjói það fésbókarstatus þinn á í lók síðustu leiktíðar þar sem að þú sagðir skilgreining á brjála er að gera sama hlutin aftur og aftur og vonast eftir annari útkomu ef allt þetta breytir engu þá heldur þetta annarsæti bara áfram það var að sækja núna Mikael Merino Why? Breytir það einhverju? Nei, núna bara er ég hreinskilin Why? Já, ég get alveg við ykkur það þetta var svona kannski ekki sá maður sem var kannski efstur á blaði á okkur en hann sér eitthvað í honum bara eins og hann sá eitthvað í Ræja og fleiri að þarna getur hann bætt lið ég meina Thomas Partey það komið líka óvart, þetta er alveg peningur hvað er 40 milljónur 28 ára gamall viðmaður sem að hafði reyndar reynt fyrir sér hjá Newcastle og ég fylgist vel með, ég vissi ekki hver þetta er Nei, það er kannski eðlilegt, hann er kannski ekki í þessum tölfræðiþáttum sem að svona hinn venjulegi skoðar. Fyrir mér er þetta hann er ekki mörkum og stóðsendingu þó hann geti, að því hann er náttúrulega 1.88 mikilvægt þetta er að hækka liðið virðist vera. Þetta er tvisvar gerst með Arsenal sem ég hef hugsað bara, á hverju sækjar ekki þennan leikmann. Það var Edin Dzeko á sínum tíma, ég hugsaði alltaf á hverju nær Arsenal ekki í Dzeko hann myndi raðinn mörkum fyrir það og sama núna, á hverju er þið ekki að sækja Ivan Tóni? Það er eitthvað að þar það er ástæða fyrir þetta er bara leikmann sem myndi koma til ykkar og raðinn mörkum. Blöð, þú ert svona Máli er Mikael Merino, þetta er svona ballwinning midfielder hann getur ekki reynið það. Blöð, sagt með mikill virðingu og auðmygt og allir sögum þeim pakka, þá ert þú svona fulltrúum svona minni svona lágvaksnara fólks eða svona lágvaksn, hvað er það, 1.78 eða hvað er? 1.79, ok. Ég gleymi ekki þegar ég sagði við konungur ég var meðalhæð og hún sagði kannski Mexíku. En allavega triggerar það þig að nú verðast öll þessi stóru liði boltanum eru mjög hávaksin? Triggerar það þig? Ég hef ekki spáðið það fyrir að þú sagðir þetta dag. Nei. Er þetta eitthvað triggerar þig? Nei. Hvað triggerar? Þetta er eitthvað bílaður. Þegar þú veist maður sér bara núna Manchester City stórir. Arsenal vilja gera saman. Arsenal eru hærri. United reyndi þetta. Arsenal eru hærri. Og það var hræðilegt. Við vorum með mjög hávaxilið á sínum tíma viðbyður. Gátt ekki neitt. En þetta er, Merino er dæmi svona leikmann sem er Hver er hann hávaxin? Góður, hann er 1.88. Hann er góður í návíum, hann hefur unnið flest náví í topp 7 deildunum á síðasta tímabili. Það er kannski start sem að frá hvað liði kemur? Real Sociedad. Sem er kannski spútniklið síðasta tímabils, segja sumir. En verður hreinskilin, ertu ánægð með þessu kaup? Já, ég er það, á þennan pening á markanum í dag að fá leikmann á 30 milljónir, það er bara, ég tek því fagnandi. Sko já, af því að við missum stundum balansin af miðjunni þegar Thomas Partey til dæmis er að missa leikjum. Þá, þú veist, ég held að miðja með Ødegaard, Rice og Mikael Merino getur verið ansi ókvæðilega við að eiga
Og það sem ég meina, að því við erum að tala um að hækka lið, ég meina, hann þá komin með nokkuð marga leikmenn í kringum 1.90. Sko, meðan líka magnað að Blöð, þú stundum talaðum á Facebooku síðunni að vanti vinnera í Arsenal-lið og núna Raheem Sterling laus. Ég myndi sagja Já. Ég myndi fíla að ég var Arsenal stuðningsmaður sem að mæti með þekkinguna 100%. Veitu hvað, ég sammála. Ég myndi gera það líka. Pottet. Þú veist, ég meina, hann búinn hjá Chelsea og ég meina, við sáum það alveg að Gabriel Martinelli veitti ekki stundum af fríinu í fyrra. Byrja hann inn á í fyrsta leik? Það hefði verið frábært ef að Martinelli? Já. Ég var að hugsa hann í fantasy einhvern veginn og svo bara En allavega þeir fáum þennan stórleik helgina Arsenal-liðið lítur vel út og það eru margir sem spá þeim titlinum í ár þeir mætast í seinnipartsleiknum á móti Aston Villa er auðvitað liðið sem tók 6 stig af Arsenal fyrra og Það er leikur, hver er hann? Seinnipartin á morgun og Dibu Martínez maðurinn sem einhvern veginn fór með þetta allt hjá Arsenal, hann var að skrifa undir nýjan samning markurinn frábæri frá Argentínu og hann var áhuga að fylgjast með honum Drengir, það er auðvitað að vera að spila Brighton og Manchester United mætast maður gerir bara ráð fyrir að Joshua Zirkzee byrji þann leik Já, ég myndi ekki þóra að kaupa hann í fantasíun Þetta verður erfið leikur Ég heldur sem ekki að fara að ná í 3 stíðan Jafntefli, tekur punkturinn að labba hérna, ætlar að taka hana? Ég myndi ekki taka hann en ég gruna að fara þannig Það er rosa þetta mennur að fara Herru, Crystal Palace þeir eru að fara að selja alla hafsendarinn sinna Marquei líklega á leiðinni til Newcastle Jókim Andersen farin til Crystal Palace menn að Leicester er að fá leikmann sem ég veit að þið hafi báðið miklu mætur á Andrew Ayew frá Crystal Palace maður fylgst með hann lengi Herru, ertu með Erling Haaland í fantasy fyrir leikinu á Ipswich? Já, ég að hugsa hvort ég að triple captain hann Low block Ég hef aldrei fengið alvöru stig fyrir triple captain Já. Það hefur aldrei gerst Brighton hefur runnið 4 af síðustu 5 Já, það er bara tölfræði frábært Við erum að ræða fantasy hérna okkur núna Það er auðvitað þetta dæmi Ég ætla ekki að vera með Haaland Ég ætla að setja mitt tröst á hann ekki í liðinu? Hann er ekki í liðinu Hvað fenguð það stigum í fyrstu umferð? Ég var með 60 okkar Ég var með 70, ég held ég að enda með 74 Ertu með Haaland? Nei Voruð með Sala? Já Nei, ég er ekki með Sala, nei Ég ætla að kaftina Sala Ég fíla þetta núna í fantasy að ég veit að nánast allir sem hlusta á hann og þátt eru í fantasy að þetta er ekki að gefið þetta er alltaf verið Já, núna þarftu virkilega að taka stóra ákvarðanir og ég meina að Teddy Ponsa er að fara yfir þetta mjög vel á Ég fíla það, ég horfa á þetta með rauðinslega, mér er skaman að horfa á þetta sko. Hann er náttúrulega, hann er ekki að setja Er hann góður samt? Geðveikur Hefur hann unnið þetta einhvern tímann Hann er bara top 10 í heiminum Í alvörunni? Ég kom með krampa í þar að skóla svo langt niður til þess að sjá Já, hann er hann í 7. sætinu Já, það er einum ferð búinn og 37 eftir Hvað fekk hann að stigum? 61 Þannig ég er ekki dauður, ég fekk 55 stigum Oftast en ég teki bara Ég vil alltaf í svona annar umferð og ég teki valgar Þetta virkar ekkert Hérna bara það er klárt núna, Ilkay Gundogan er leikmaður Manchester City og í kynningavídeóum hann sagðan félagið vera það besta í heiminum. Þetta er dýl ásins. Mér finnst bara svo sorglegt Mér finnst bara svo sorglegt að hann skuli í kveðjupóstinu sínum til Barcelona tala um það ef þetta hjálpar liðinu fjárhagslega Barcelona að þá, þú veist, er það svona bót í máli bara sorglegt bara mjög sorglegt fyrir Barcelona hérna, það er eitt ég er Barcelona-kall það er eitt í bransa það er eitt í þessum bransadrengir nei, svona, það er eitt í þessum bransadrengir en horfður, ertu bara svona yes Strákar, það er eitt í þessum bransa þetta hérna er í þykjustunum fótboltamaður þú vilt þetta fyrir 50 miljónir 60, ég vil 70 við förum einhvern póker og ég ætla ekki að held þessu glasi að mér svo fáið þig ykkur önnur glös og þú færðir glas sem heitir Zirkzee þú færðir eitthvað glas sem að heitir bara Darwin þú færðir glasið Darwin hér er ég með Ivan Toney og núna vantar Arsenal ekki sendir virðistöra Liverpool, þeir eru ekki að horfa Liverpool er ekki leita sendir Manchester United er búið að taka Højlund og Zirkzee ég meina Manchester City er ekki að leita sendir þannig hér og Aston Villa með Oli Watkins og Duran og hér stendur Brentford með ósáttan Ivan Toney ekki það er engin að biðja hann í Englandi þetta er eins og hann sagði það er eitthvað sem við vitum ekki, bara pottitt eða þá öll liðin er að spila póker og býða eftir því að þeir brotni og
og segja, herra, ok, við sláum að Þeir voru Sláum aðeins. 100 milljónir evra hérna, eða punda eða whatever hérna fyrir árið síðan. Herra, þið fáðu hann á 50, þið takja hann núna bara Þetta svo vand með farið Hann má ekki fara til Saudi bara Ég meina eftir leikmann sem ég það væri bara það væri grátlegt ef hann færi þangað Það var leiðilegt Waste his talent Heldur betur Og veist, þó að ég held ekkert með Arsenal að þá myndi ég samt fíla að sjá hann fara hann Þú skal ég meina En ég meina það er náttúrulega væntanlega losnar ykkur peningu þegar Eddie Nketiah fer á 30 mögulega 35 til Nottingham Forest Það er flottu díl en á hann að fara á svona dýrt Nei Þetta er sama eins og með Big Mac Scott McTominay bara selja hann á 20 fyrir mér Mér finnst það alltaf góð þegar hann spilar Já, hann er bara hann er samt svona hluti einhvern veginn að það mun enginn sakna hans og hann bara gleymdu þegar hann fyrir Ekki nægilega mikil ára Nei, engin ára og hann er bara ekki nóg góður fyrir United Hann myndi aldrei, hvað myndir þú vilja fá hann í Arsenal? Nei, af því að miðjan er okkar sterkasta svæði ef þetta væri ekki, þú veist Nú, okkur voru þá að kaupa miðjumann Ég er að segja eftir að Mikkel Merino kom þá var miðjan Ég bara trú ekki blöðsir að segja þetta Miðjan er, ég meina miðjan sem Arsenal býður upp á í dag er líklega svo besta í Evrópu En það er, sko, nei höfum okkur sem er Hvað meinar? Það er sem að Nefndu betri Betri, Manchester City bara Þetta var að byrja bara strax Ertu að tala um Kevin De Bruyne sem var orðaður við Saudi og Bernardo Silva sem hefur orðaður í burtu síðustu 2 tíma og Rodri Sattu Rodri og Kovacic og Gundogan Já, mér líður ágætlega með þetta take mitt Ok, en fyrir utan það Real Madrid Herri, hvernig finnst ykkur hérna nýjasta rifliti hérna Real Madrid Hann hérna Rodrigo brjálar Því að þið viti að svona þegar þríki í spænska boltan þá fáðu svona nöfn BBC og MSN og allt þetta Nú er BMF er aðaldæmi núna Það er hérna Bellingham hérna Mbappe og Vinicius og Rodrigo er brjálaður að vera ekki hluta af þessu Er ég ekki einn af þessu köllum Hann er bara ekki þar Það verðist ekki vera og hún finnst það mjög leitt að hann sé ekki þarna Við slumum halda áfram með Dr. Fútból Haldið hann farið eða? Er hann myndir þú vilja fá hann í United? Hérna, Rodrigo, ég veist hvað, ég bara hef ekki rosa sterkar skoðunar á hann Ekki heldur Ég bara svona, ég þarf einhvern veginn bara svona að leggjast aðeins meira yfir það og pæla í honum eitthvað Við ætlum að Ekki Endrik miklu betri Já, hann er sendir En ekki 18 ára Hann fer eitthvað í janúar þegar ekki Heldur betur, við ætlum að skoða vinnur og lúsera úr helginni úr vikunni, afsækið þetta það er að sjálfsögðu winners and losers með Einar Á er sigurvegari í byggingaiðnaðinum og Wonder Vibes ef það er einhverjir blettir, ef það er eitthvað rífðu þá í þurrkurna góðu og þurrkaðu það í burtu Virkar það þannig? Já, hann fer allt, bara saman hvað það er Herðu, hver er svona þegar þið hugsið þessa viku sem nú er senn á enda og hugsið vinnera Ég ætla að henda Óskar Erni hugsinni þetta fyrir að vera fertur í leik í undankeppni, eða bara að tryggja sig í hérna titlakeppni sambandsdeildarinnar. Hann verður að vera þar. Það er líka bara afrek að spila fótbolt á þessu leveli á þessum aldri. Ég verð að setja Eið Gauta Sæbjörnsson sem að þetta er sonur KR góðsagnarinnar Sæbjörns Guðmundssonar sem skoraði 2 mörk í gær. Arnar Gunnlaugsson, hann er klárlega vinner einnig. Ég meina, Orri gæti orðið vinner eftir vikuna. Orri Óskarsson orðaði við mörg lið og þeim fer fjölgandi. Bara ef hann er að hlusta, please farðu. Já. Þetta er einhvern veginn, veist. Það virðast allir fótboltamenn vilja búa í Kaupmannahöfn. Þetta virðist vera rosa þægilegt. Ég finnst bara gali, okkur er hann ekki bara fastur. Ég skilir þetta ekki. Já, hann er þannig að hann er kongur núna. Ég er alveg saman, ég vil sjá hann fara í hvernig lið. Ég vil ekki sjá hann fara í Real Sociedad. Alls ekki. Það er eiginlega best, sko, ég þekki mann sem fór í Real Sociedad og það var ekki heillaskref. Nei, ég samlaði. Þannig að ég La Real er ekki staðurinn til að fara. Létt að sitja þunnu með Pepsi Max hérna í stúdíun og segja bara ekki fara þangað en þetta er eitthvað tilfinning. En þetta geti orðið stærsta sala í sögu súperlíkunar ef tölurnar sem Hvað er gamall? 2004. Herrum, ég ætla að segja einn vinner bara til að segja eitthvað jákvæmt þetta félag. Enzo Maresca, þjálfari Chelsea. Hann er bara búin að vera að berja á móti blaðamönnum. Hann er bara ekki nógu góður. Ég ætla ekki að hafa hann í liðinu. Hann var að taka Mihailo Mudryk núna. Hann sagði, við vitum aldrei hvað hann gerir. Hann er með versta decision making bara heima.
og ég að fíla hvað hann einhvern veginn svona og þá setjum ég loser bóli bara hvað er að þér en pælti, það engin eftirsjá í Chelsea, þeir ekkert svona eitthvað shit, við erum kannski í einhverju tómu bulli nei, þeir halda bara áfram og þeir alltaf borðaði núna við Sandsjó bara hvað að gera ef við kaupa Sandsjó þá ekki lægi sko. Ertu með einhverja fleiri vinnir að lúsa? Já, Bullish fyrir frábært myndband Já, Bullish Media Já. Þeir eru alltaf mínu menn Það eru vinnirar My par caught on tape á 15. eins og einhver kallaði þetta Caught in 4K Caught in 4K Vinnir, þú glemtir að beða mig hugsa þetta Já, ég bara einhvern sem að myndi poppa upp í Það hausinn var ótrúlegt, ég held að hann væri á stuttur en svo fer hann yfir tríin þetta er erfið hóla Þetta er erfið hóla og reynir á 15. fer yfir tríin Það er erfið hóla sko En Finnsinum, já, er einhver í grínbransanum Jakob eini ungi grínarinn hann er nú að selja eins og óður maður á grínið sitt Já, ég fíla hann er skemmtilegur Hann er eini ungi uppistandari Já, sem er það er ekki mikið allir á 50-aldri og 60 hann er með Young Fresh einhvern veginn að gera frábæra hluti Jakob Birgisson og við mælum með uppstandurinn í honum En eitthvað svona, þú veist, eitthvað plattform fyrir young comedians, þú veist, eitthvað svona mesta comedy seller eða eitthvað svona Nei, þetta bara, þú veist, með alla samfélagsmiðla Já. Þú getur ímyndað bara hvernig ég og Sveppi værum á TikTok hefði ekki verið fyrir 70 mínútur Þú ert með plattform núna til þess að mesta bara ever Já, það er alveg rétt En mér fannst bara svo gaman að því sko sem að fór vorum ekkert bara höfðum ekkert að gera í New York og fórum á okkur svona comedy club Já, geggjað Þú veist, og það bara einhverjir skilur svo það er ekki neitt bara spinning some comedy Herru, förum í neyða já ætlum aðeins að skoða þetta hérna í lokin því að það eru margar spurningar Varst þú bara í 1,5 ára á króknum? Nei, ég er eitthvað Það er að vera að gera alltaf lítið Já, þessi skafferingar ég meina að þetta er bara Hjörvar og hans agenda og það er greinilega Nei, þetta voru Trúasöfnurinn eldi bara það voru 15 ár sko Þú verður að hætta þessu þú verður eiginlega Þetta er skafferingar Nei, hann er En málið er Þú verður átt að því að ammas átti ábæ sko. Málið er, þú veist Ósóbrósi. Já, einmitt Og þetta er nefnilega málið Svo kemur hann inn talar Atla Arnars og eitthvað svona Þú veist, I forbid that Hann má ekki tala vel Skagafjörðinn Hann er búin að níða svo að skóin hérna í sláttum Það er voru að tala að hafa skafferingar aldrei átt einhverja íþróttamenn Ég var að hlusta á það Ég var actually bara Nei, ég rætti þetta við Jóla Sverris bara þetta sama Þið myndist ekki eins og á bróður hans Nei Sverris Já, þetta eru menn sem komnir í 50 Ég er að tala gauðra sem að höndla pressuna Skagfirðingar verðist bara ekki höndlana Hólmar Eyjóls, hann segir það sjálfur að hann sé Skagfirðingur Já, svo var Rúnar ekki lengur Skagfirðingur hjá okkur Hann var farið 15 ára Hann var farið 16 ára, hann spilaði 16 ára Ég þurfti að setja hann inn á 15 ára í Háká Setja hann inn á ákvaða blóðgana þess Já, en hann þróa sinn leik Varst þú, nei, þú vantilega þegar hjólastarspilnum markið hans Ég var boltasækjari fyrir aftamark Það er flottasta mark sem ég séð Þetta er neyða já með Æsver Dóttarfútból auðvitað klæðist Æsver þegar hann keppir í gólfinu og þið getið séð mig spila við Gunnar Birgis að sjálfsögðu í fatnaði frá þeim gólffatnaður fyrir Dóttarfútból Neyða já Vissu þið að Tindastóll er með fleiri liði í efstu deild en KR spyr Sæþór Már Hinriksson Já, ég vissi það Sæþór Vissi ekki Nei, þetta vissur ekki Nú, eru sköllóttir menn betri skallamenn? Það er að segja að náðu þið betri einhvern veginn svona krafti í skallan Nei, held ég ekki En ég hef oft hugsað Jan Köller En segðu mér eitt, ákveður er léttara að skalla frá markinu að því? Að þú þarft ekki að hitta neitt Nei, það er bara komið sér frá í saman Þú mátt skalla upp, ég held að erfiðast að sé að skalla að stýrunum, skalla niður Já, en samt, ef það er hotspilna Það er svona 90% líkur að varnamaður skalli frá Já, af hverju er það? Í staðin fyrir að skalla bara, ég er ekki að segja að hann verða að skalla markið Ákveður nær varnamaðurinn frekar heldur en sóknarmaður Já, þetta er Þú voru að spyrja Arsenal á því, ég meina þeir hafa masterað að skalla í markið Er þetta heimsspurninga? Nei, þetta er bara frábær spurning Yfirleitt er það sá sem vinnur skallaðinni er sá sem fer fyrir í loftið, það segir Alan Shearer Já, en ég veit að þú ert með það á sama stað Ég er ekki að segja að þú verður að skora En ákveður nær hann frekar þarna heldur en hinn Þeir eru á sama stað þegar boltinn kemur Ég skilði ekki Þið eru auðvitað United og hérna sem menn ætlaði að heitbótsa Liverpool-leikinn á sundaginn Nei Hvað eiga er? Þeir eru að Brentford Já, veistu, þetta er bara ef við erum hreinskilin þá heitbótsum að Mætir Öddi í túnið heima til GB? Nei, ég er að fara í drauminn maður Já, þannig að þú missir á túninu heima Já. Er búið að, hlusta á síðustu þætti hjá okkur ég hlusta þetta alltaf er búið að gefa eitthvað út, eða má það kannski ekki Jú, en sko þetta er við fáum ekki alltaf að vita hvert við erum að fara og hvað við erum að fara að gera nema að sé eitthvað bara svona, veist, þeir tími ekki að eyða pening í það og við gerum það ekki
Þannig að við fórum á fund núna fyrir 4 vikum síðan. Þannig að við vitum flugið sem ég að fara í á laugardaginn mesti viðbjóð sem ég heyrst á aðeins minni. Við fljúum til Helsingi, þaðan til Katar, sofum þar og eigum svo flug klukkan 7 kvöldið, 17 tíma flug til Nýja-Sjáland. Til Nýja-Sjáland? 17, sem ég leggi mig í 5 tíma og horfa á 2 bíómyndir, þá eru 9 tíma eftir. Ég get sann sagt þér eitt, þú ert laus við Darmian og Tetta Blöð, þannig að þú getur bara 17 tímar. Þetta reyndar, síðast ég fór í ferðalag var ég með þá, þannig ég mun hugga með það að þeir eru ekki að hann, sko. En þetta þú og Steindi á móti Sveppa og Pétri? Já. Það er aldrei annað að ferðast, þetta er aldrei annað game, sko. Grínast. En allavega, það er nóg af spurningum en hér eru... Já, er Rashford barn síns tíma? Bara nei eða já, bara hratt? Nei. Já. Stóri hristingurinn, er eitthvað frétt af honum? Nei eða já? Nei. Er Öddi ennþá á losing streak á Old Trafford? Nei, ég er með, sko, held ég 7 sigurleikjur. Ég er ekki að grínast. Óttastu að Gunni verði stærri en þú Blöð? Fyrir Magnús Einþór? Nei, vil það. Já, vilt það, Þetta var tjóðar vel svar. Líklegt dagsins. Það var allavega eitt hérna þetta í líklegt dagsins hólfið mitt. Kemur stytta af Blöð á Hringtorgi á Króknum? Spyr Ólafur Kristín. Nei. Hringtorgi þegar maður kemur inn í bæinn. Það væri geggjustafsni. Ég hugsaði þetta alltaf á þarna túninu fyrir utan Sundlægjana. En fyndna ef við erum hreinskilnir því að þeir voru reynið þetta Egill og Steindi eru búin að heyri öllum. Þetta væri eitthvað sem að, það er búið að tala svo mikið þetta, ég vil það ekki og þetta verður ekki og ég veit það, en samt væri þetta eitthvað svona bara út að koma á fótboltamóti, herru, já, þarna er styttan sem við búið að tala í 5 ári eitthvað, hún mætti vera hræðileg, þá er þetta er umræða, en það verður aldrei. Ég myndi alveg chipa nokkrum 100 Já, ég líka, fáið sem að skapa ég gott umtal krókinn eins og þessi gæi hérna sko. Og Oklahoma og Svíþjóð og Breiðholtið. Nei, það er ekkert í líkingu við hættu. Svo var hann lengi vel í körfunum í Kópavogi. Þetta væri svona svipað Akkur ertu svona Nei, ég bara að segja ef ég væri alltaf að tala hvað Kópavogur verið góður og svo, Hjörvar, hvað er þetta heima? Já, í Garðabæ? Nei, ég býð þá í Kópavogi, það ekki ef ég er alltaf að tala þetta Þetta er ekki flókið stærðfræði Það er allavega sem að Atli Arnars og hennar fjölskylda þau vilja vera á Króknum góða Svo erfið orka Eiki hljóðmaður Ekki hljómaður, frændi minn á Króknum það er snillingur það er eitt svo að finnasti frændi minn á Króknum, sko það er snillingur ég ábyrða meiri fjölskylda en þið nei en það er önnur saga og lengri mögulega við skulum bara fara í þetta eldsnögt í Elgrandi með kemi.is minn og það að derhón góða og svartir sandar volurinn góði því að Dóttarfútból er mótaður af svörtu söndum Atlantshafsins. Þetta er rosalega derhó, ég hef aldrei með derhó sko. En ég mun ekki nota hana en hún er flott. Húfu kóngurinn hérna í mörg ár. Aldrei derhó samt. Já, ég vil mér finnst það svona rosalegt eitthvað hey, look at me fellow kids eitthvað. Nei, það er bara eitt sem hefur elst mjög illa það er, manstu, ég var að horfa nefnilega á atvinnumennir okkar seríu 1 ég held að það hafi verið í þættinum með Loa Geirs þá var það var töff svona kannski 2005-06 það sem að húfa með deri já, ógeð og maður myndi ekki setja þetta á sig fyrir pening í dag aldrei blöðurinn var bara tók sensa já, ég veit það og ég byrjaði að ganga með þetta í kjölfæri alltaf tekið sensa hann tekur alltaf sensa strákar ég ætla bara að hafa þetta short and sweet ég ætla að leipa blöð út í daginn það eru auðvitað FM 95 blöð í dag og svo er það tónlistamennir okkar á sunnudaginn já strákar bara Íslendingar sem hafa spilað í topp 4 deild í Evrópu já, ég hef búin að gleyma þessu einhvern veginn ok og blöð byrjar í topp bara topp 4 deild sem er þá Ítalía, Þýskaland, Spánn og England ok, það var bara Eiður Smári Eyjólfur Sverrisson Gylfi Sig Jóhann Berg Hermar Heiðarsson Alfreð Finnbogason Joey Guðjóns Jóhannes Karl Guðjónsson Aron Einar Gunnarsson hérna Hermar Heiðarsson já, hann var komin förum, ég ætla að reyna að klára ensku sko nú bara frísi hérna, þá förum við bara í aðra deild bara Albert Guðmundsson Guðni Bergsson förum í hérna Emil Hallfreðs Heiðar Helgusson já hvað er einhver regla
Mér finnst þetta mjög skemmtilega þáttur sem gerir mann í atvinnumönnum okkar. Þáttur sem vakti umtal. Rúrik Íslandsson. Nei, hann er ekki efst. Nei, þetta er annar knattspyrnumaður sem hún talaði við, ég ætla að út með guldspjöld. Já, sko ég bara... Hann var með fegurudrottningu á þessum tíma. Já, þetta er hérna greitur að... Siglfirðingurinn Knái, ég var með hann klára næstan. En sko það eru svo margir leikmenn, af hverju er maður komin... Já, ég veit að, ég var bara að hjálpa þess. Já, gjör svo vel, kunni minn. Sko... Já, ok, ég kom ekki að segja þetta. Ég skil ekki okkur í svona bróðsum. Þetta gerist líka daginn. Sverrir Ingi Ingarsson. Sverrir Ingi, já, La Liga. Ásgeir Sigurðsson. Já. Hólmar Eyjólfsson. Á hann ekki í þýsku úrvalsdeildinni með Bokkum. Nei, það er ekki. Já, býtu, herðu, þú gefur mér þá guldspjald þarna. Sigur, þú gefur mér þá guldspjald. Hann er búin að nefna Hemma Hreiðars og vissi, þú gafst honum Grétar Rafn líka, sko. Ekkert svona. Var hann ekki efstu? Gjöðu bara yellow card. Ég er eiginlega nokkuð samfærum að hann hafa aldrei spilað í efstu deild með Bokkum. Má ég sjá. Eyjólfsson meita late substitute eitthvað. Sko, ég veit ekki hvort þetta sé efsta búndisleika. Jú, þetta er það nefnilega, sko. Ertu viss um það? Já, ég þekki alveg leikmanna fyrir minna manna. Ég þekki, sko, skammist ykkar, báðið þér að halda að hann hafi ekki spilað í þessu del, sko. Skammist ykkar. Ég þekki... Má sjá, hann er í búndisleikunni eitthvað, sko. Þetta er... Má sjá, þeir eru hérna 2010 í búndisleikunni. Ég þekki leikmanna fyrir minna manna. Ég held að þetta sé alveg örugglega rámt. Takk. Ég ætla að ætla að beða að fá annan nöfn. Akkur eru sem Tómir, erst þú með nöfn sem Ég er með svona 200 nöfn. Já. Þetta er vandræðilegt. Hérna bara þú veist, Þorvaldur Örlygsson. Já. Albert Guðmundsson. Eldri, já. Þetta er náttúrulega... Ég var að meina, ég sverða okkar lífi. Ok. Það er búið að taka stefið af. Þetta er ekki búið, það? Nei, ég fór bara aðeins meðan ég var að hugsa, þá gæti ég ekki haft tónlistundir. En kannski einn af mínum uppáhalds of all time, það er Gylfi Einarsson. Gylfi Einarsson. Hann var í Leeds í efstu deildið, ekki? Nei, hann var í B-deild í Leeds. Var það? Já, býtu. Þetta er hættu þessu. Hættu þessu bulli. Erum við ekki alltaf sammála við viljum að blöðvinni? Ég meina, jú, ég er svo sem alveg sammála því. En á Gylfi leiki efstu deild? En Diego Jóhannesson? Nei. Hefði hann fengið að telja? Diego Panda Jóhannesson, nei, hann náði ekki efstu deild. Með hérna Real Betis? Nei. Sko, það sem að vantaði til dæmis í þetta var til dæmis eins og Þórður Guðjónsson og Bjarni Guðjónsson. Þeir voru næstir hjá mér. Þeir voru næstir hjá mér og Plymouth. Atli Eðvaldsson, maður saknaði hans. Pétur Ómslef, ég saknaði hans. Já, svo náttúrulega hérna Pétur Pétursson spilaði... Nei, það er Holland. Jú, Herkules er sjálfsögðu á Spáni, árið, ég meina... Þú varst að meina Herkules. Hörður Björgvin. Já, hérna, Birkir, hérna... Bjarnason. Já. Þú veist, Mikael Egill Ellertsson. Þórir Jóhann. Já, Bjarki Steinn Bjarkason. Bjarki Steinn Bjarkason. Þetta var vandrarlegt en þetta var góður sigur. Glæsilegu sigur hjá blöðurunum og gott að... Það eru þessi litlu sigrar sem gerir svo mikið fyrir mig. Litlu sigrarnir, Dótafútból. Ángríns, ef ég kemst að, ef að Hólmar sendir mig message á eftir og segir ég spila í Bundesligunni, that's going on my TikTok. Sko, it's going on my TikTok. Police! Verið klárir, ég sendi ykkur screenshot af skilabóðunum eftir. Það var ekki það sem feldi þig. Police! Ha? Jú, þú gafst mig guld þá. Þannig að ég hefði þá fengið setna gula með Gylfi Einars. Ég var bara að velja mína uppáhaldsmenn. Já, það var ekki Gunnþór kom ekki. Hann átti eitt leik fyrir Wolves. Edgy. Þannig að Heiðar Helgu kom. Heiðar Helgusson kom. Var einhverjir í enska boltanum sem okkur vantaði. Siggi Jóns hefði verið gaman að fá. Já, en Arsenal. Hvað? Já. Þetta er vandrarlegt. Rúnar Alex Rúnarsson Arsenal kom ekki heldur. Arsenal. Hann á leik. Átt hann leik í deild? Já, kom inn á við leiknum frægum undir Wolves. Alveg rétt, já. Töpuðu bara meinu. Þetta er vandrarlegt fyrir því. 2 Íslendingar sem spiluðu með Arsenal. Ég hefði alltaf nefnt það. Já, maður hefði svona... Leiðilegt fyrir því að fara sólinn í helgina, Gunni. Ef við erum hreinskilnir. Já. Teitur Þórðarsson. Já.
Nei, hann var í Fraklandi. Hann var í Fraklandi. Það hérna, ég spurði henni svona Heiðar Helgu bara í köldum, ég bara, herra, okkur varstu svona góður skallamaður, þú varst ekki það hávaksin, hann bara, ég bara lét mig bara vaða. Það bara, það eru menn sem þor ekki, hann var að útskýrta fyrir mér og þetta svo geggjað, það ekki allir sem þora að fara bara all in. Þetta fyrirlegs móður, fyrirlegs móður. Og hann sagði að varnamenn hötuðu mig og mér finnst það geggjur líla, sko. Dr. Fútból, þakka verið sér geðveikt að fá konginn sjálfan í Túborg 10, algjör heiður að fá hann verður að sjálfsögðu með mækinn klukkan 4 í dag. Já, Dokkarinn, 3 í gír. 3 í gír og Guð bless ykkur báða og sérstaklega þig Gunnar Birgisson. Já, sérstaklega þig Gunni.